daginn, gaman að sjá ykkur. Ég heiti Steinunn Gestsdóttir, ég aðstoðarrektor kennslumál og þróunar og prófessor í sálfræði og frétti að þetta væri búið að vera langur en góður dagur og að þið séu búið hér fara allt. Og langar bara að þakka ykkur fyrir hönd Háskóla Íslands fyrir að koma og vera með okkur. Þeir eru gífurlega miklir samstarfsaðilar. Bara, skiptir okkur verulegu máli að hafa þetta góða og gagnvirka samtal sem hefur átt sér hér stað í dag. En það sem ég ætla að enda á, augljóslega, eru viðhorf nemenda og hvernig við metum þau og hvað þýðingu þau hafa fyrir háskólastarfið. Og pínu erfitt að vera hér í lok dags, mér finnst þið ótrúlega vel vakandi, verð ég að segja. Ég vildi vera skemmtilegri, það erfitt að gera viðhorfskannanir klikka skemmtilegar, en ég mun reyna mitt besta. Ég ætla að byrja á stefnu Háskóla Íslands sem er á borðunum ykkar og þessi mynd fremst í stefnunni, hún lýsir henni nokkuð vel. Það að segja, við stefnum á að vera háskóli í fremstu röð og það nokkur auka eintök hér ef þarf og þetta eru kaflar stefnunar. Og þarna sjáum við að nám og kennsla einn af okkar þremur viðfangsefnum og þessi stefna leggur mikla áherslu á nám og kennslu miðað við fyrri stefnur. Þannig að ég held að við höfum raunverulega gert kennslumálum hærra undir höfði í kjölfar þessari stefnu hefur verið gert. Og allar aðgerðir sem eru tilgreindar á stefnunni eiga að ná fram þessari sýn. Og þarna sjáum við að fyrsta yfir markmið þessari stefnu framsækin sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu og þjóðlífi. Og þetta síðan útfært nánar á aðgerðum sem að finna í stefnunni. Ég ætla ekki að eyða tíma í að fara yfir allar þær aðgerðir sem að snúa að kennslu og námi, en þið sjáu þær þarna í kennslukaflanum. En við langar að nefna nokkur svona áberandi umbótaverkefni. Þannig að við erum núna að innleiða 4. árið af þessari stefnu og reyndar síðasta árið áður en við hefjum nýja stefnumótun. Og í þessari vinnu hafa sprottið fram fjölmörg umbótaverkefni. Í fyrsta lagi þá höfum við sérstakan sjóð til að styrkja umbótaverkefni deilda. Og ég ætla að fjalla aðeins 2 þeirra á eftir, því að það mjög mikilvægt að sýna þau verkefni, eða styðja þau verkefni sem deildina sjálfar skilgreina sem forgangsverkefni. Við erum með margvíslega nýjan stuðning fyrir kennara. Til dæmis geta kennarar núna fengið leyfi frá kennslu til að sinna eigin kennsluþróun og við höfum aukið stuðning aðstoðarmanna. En kannski eru viðamestu breytingarnar varðandi kennsluna sjálfa, þær sem snúa rafrænum kennsluháttum og þar hafið þið farið við sömt, það eins og Canvas, náttúrulega nýja námsumsjónarkerfið, Inspira, edX og fleira. En það sem ég ætla að nefna sérstaklega hér hérna í lokin, þar sem við segjum, þeir eru búin að tala námshjólið og nýjar kynningar og skiptinámi, en þetta síðasta, að deildir séu búnar að skilgreina með hvaða hætti þær taka við ábendingum nemenda. Og eftir síðasta ár voru það 96% deilda og ég gerir ráð fyrir að allar deildir í lok þessa árs hafi skilgreint með hvaða hætti þau taka við ábendingum nemenda námið og hvernig þau nýta það til að gera endurbætur á náminu. Og núna þegar það búið að koma þessu formlega á í flestum deildum þá mjög mikilvægt að við förum að tryggja það að nemendur viti að þetta sé gert. Þetta náttúrulega óskiljanleg mynd og ég ætlast ekki til að þau geti lesið þetta, en það sem ég langa að útskýra að þegar við fylgjumst með starfsemi háskólan sem við verðum að gera til að vita hvort við erum á réttri leið eða ekki, þá höfum við skilgreint rúmlega 20 lykilmælikvarða. Og þeir snúa að þessum mismunandi hlutum stefnunar, þetta fyrir nám og kennslu, rannsóknir, virka þátttöku og svo mannauð. Þetta eru kaflarnir í stefnunni. Og við fylgjumst með stöðan og hverjum á einum og á hverjum tíma getur mælikvarði fengið gult, rautt eða grænt ljós eftir því hvar við erum stödd á þeim mælikvarða. Það sem ég langar að tala kennslumælikvarðarnir, þeir eru þarna eins og þið sjáið og þarna námsánægja einn af okkar lykilmælikvarðum. Þannig að ekki nóg með að við þurfum að nýta mælikvarðana til þess að vera sífellt að endurskoða og gera betur, heldur það bókstaflega nota til þess að meta stöðu skólans á hverjum tíma.
Þannig að þessar kannanir sem við erum að gera á viðhorfum nemenda skipta gríðarlegu máli. Við gerum kannanir meðal grunnmeistara, doktorsnema og svo brautskrára og svo gerum við á stoðþjónustunni. Þannig að þetta byggt, þið þekkið þetta örugglega mörg, þetta byggt að erlendum spurningalistum sem gerir okkur kleift að bera þetta saman milli Íslands og annarra skóla, Háskóla Íslands og annarra skóla. Og nú ætla ég að sýna ykkur nokkra valdar niðurstöður úr því sem við sjáum úr könnuninni 2019. Þetta stóra myndin. Þannig að þetta þið þekkið vonandi litina, það tilkynna fræðasviðin. Hérna Háskóli Íslands og svo hvert svið fyrir sig. Og þetta svona heildarmælikvarði sem samanstendur á nokkrum spurningum. Hversu ánægður ertu með gæði námsins? Og þetta alveg frá 2011 til 2018-19. Og það sem við sjáið náttúrulega síðustu ár höfum við verið að horfa á aðeins lækkandi einkunn og við höfum haft verulegar áhyggjur af því. Og það meðal annars ástæðan fyrir þessari áherslu á kennslumálin núna í þessari stefnu. Góðu fréttirnar að við sjáum að við erum að snúa við þessari þróun. Þannig að ef þið horfið á síðustu súluna þá hann í öllum tilfellum hærri en sú sem var árið á undan. Og í flestum tilfellum þetta breyting sem hefur verið að eiga sér stað á nokkrum árum. Og auðvitað vonum við að þessi áhersla á nám og kennslu sé að skila sér. Það fjöldi umbótaverkefna, það búið að breyta fjármögnun, það búið að breyta stuðningi og svo framvegis. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að við séum að sjá þessa breytingu núna. Þetta síðan aðeins niðurbrot á einstökum þáttum, því þekkið þessa könnun, hún í mörgum þáttum og nokkrar spurningar sem liggja til grundvallar þessum spurningum, þessum þáttum fyrirgefiði. Þetta almenna ánægjan hérna fyrst sem við sjáum háa og hækkandi og aftur þá sjáum við kannski stóra máli hér að við sjáum hækkun og langflestum ef ekki öllum þáttunum. Við erum sátt hérna með ánægjuna og mat á nám og kennslu, en svo sjáum við næstu súlu námsmat og endurgjöf og síðan fjórða flokkinn skipulag og stjórnun. Þarna finnst okkur við ekki hafa náð þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Og þetta nokkuð sem við erum að reyna að taka betur á, það svona formlegt utanumhald námið. Á meðan að til dæmis persónuleg færni og ánægja með kennara miklu hærri og staður sem við getum algjörlega, held ég, sætt okkur við að vera á. Þannig að það ekki nóg með við fylgjum með þessu sem heildarmælikvarða, heldur líka niður á einstaka þætti og augljóslega þetta brotið niður eftir deildum. Því að svo þetta náttúrulega mjög mismunandi eftir deildum og eitt af því sem við þurfum að gera enn betur að vinna mest í deildum þar sem þetta virkar ekki nóg vel. Ef ég fer aðeins aftur eftir sviðum, ég ætla bara að taka nokkur dæmi hvernig útkoman á undirþáttunum eftir fræðasviðum. Við spyrjum til dæmis bara varðandi persónulegan þroska nemendana, hvort að námið hafi elt gagnrýna hugsun og hvort það hafi elt samfélagslega ábyrgð. Og þetta náttúrulega, þetta þekkið öll, þessa umræðu í kjölfar eða á meðan við erum í þessari töluðu fjórðu iðnbyltingu, hvað þetta mikil lykilfærni. Fyrsta lagi gagnrýn hugsun, en ekki síður að við séum að gera nemendur okkar tilbúna til að takast á við þessar samfélagslegar áskoranir sem við erum öll að glíma við. Og það ánægjulegt að sjá hversu stór hluti af öllum fræðasviðum telur námið efla gagnrýna hugsun. Þið sjáu það á fyrra grafinu. Aðeins minna samfélagslega ábyrgð. Það reyndar sker menntavísindasvið rauða sér töluvert úr, en augljóslega við getum gert meira í því að efla þessa vitund nemenda og við erum einmitt að vinna í því bara akkurat núna hvernig við getum til dæmis notað heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem ég veit að mörg ykkar þekkja og notuð í ykkar skólum til þess að sem svona ramma utan námið hjá okkur. Þannig að það nokkuð sem við erum að vinna í. Varðandi næstu, það varðandi rödd nemenda. Það nú það sem ég að tala hérna, hvernig tryggjum við að rödd nemenda heyrist. Og þarna eru tvær spurningar. Það annars vegar hvort að nemendur hafi haft tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri
og ólíkt mörgum af hinum skólaritunum þá sjáum við meiri dreifingu eftir fræðasviðum. Þannig að það augljóst að þetta vel komið í góðan farveg á vissum fræðasviðum á meðan við þurfum að bæta okkur á öðrum. Við þurfum að tryggja ekki bara þessi tekið á móti upplýsingunum sem að við vitum að öll fræðasvið eru að bæta, heldur að nemendum sé ljóst að við erum ekki bara að spyrja spurningana vegna og við raunverulega látum þeirra rödd hafa áhrif á námið. Og svo það seinni súlan seinna súluritið, það varðandi samfélag starfsfólk og nemenda. Í nýrri stefnu gæði náms og kennslu lögð mikil áhersla á námssamfélagið, ekki síst í núna þegar við búum í svona breyttum tækniheimi, hvernig við eflum þetta samfélag og komum í veg fyrir einangrun. Og þetta verð ég að segja kom mér ánægjulega og óvart að nemendur upplifi sig á öðru ári töluvert jafnt á öll svið sem hluti af námssamfélaginu, en augljóslega getum við gert enn betur. Og það sem við gerum kannski helst til að efla þetta móttaka nýnema. Að reyna að vinna á öllum fræðasviðum við það að taka betur á móti þeim og þau séu frá fyrsta degi alvöru þátttakendur í samfélaginu. Þannig að ef ég tek saman svona helstu breytingar í ár og ber það saman við stöðuna á þessum könnunum síðustu ár, þá náttúrulega mikil ánægja með gæði námsins og það mjög ánægjulegt. Hún hefur aukist, eins og ég var að fara yfir, í kjölfar þessara áherslna á nám og kennslu, og það náttúrulega mjög ánægjulegt fyrir okkur stjórnendur skólans að sjá þessar áherslur sem við erum búin að leggja í stefnumótuninni skila sér niður á gólfið. Það nú heila ástæðan fyrir þessar stefnumótun. Að námið bæði örvandi og hvetjandi, aftur ánægjulegt, talandi virkni nemenda og þeir séu hluti af námssamfélaginu, en við þurfum að leggja aukna áherslu á endurgjöf, tryggja nemendum sé ljóst að rödd þeirra hafi áhrif á þróun námsins og að við séum að stuðla að samheldnu námssamfélagi. Og þetta allt höfum við skilgreindar aðgerðir til að ná öllum þessum markmiðum. En það sem ég vildi kannski ekki síst koma til skila til ykkar, og eitthvað sem við þurfum að koma til skila til okkar nemenda líka, að þetta gríðarlega mikilvægur mælikvarði á starfsemi háskólans. Og ef við erum ekki að standa okkur vel á þessum mælikvarða, þá veruleg ástæða til að staldra við og huga því hverju þarf að breyta í starfsemi skólans. Og lokum varðandi þessar ábendingar, þetta þessar aðgerðin sem skilgreind í stefnunni, að deildir nýti kerfisbundið með hvaða hætti ábendingar nemendum námið séu nýttar og haldi reglulega samráðsfundi til að auka gæði náms og kennslu. Og eins og fram kom og stendur reyndar ekki þarna, þá hafa 96% deilda nú þegar skilgreint þetta. Svo langar mig í lokin að nefna við ykkur 2 dæmi svona þróunarverkefni sem eru úti á sviðunum. Ég nefndi nokkur miðlæg, þar segja nýjir sjóðir fyrir kennara til að stunda starfsþróun og fleira, en síðan eru fræðasviðin sjálf augljóslega í mikilli vinnu við að taka betur á móti nýnemendum, bæði til þess að auka samheldni nemenda og kennarahópsins, en líka bara til að styðja við námið. Og mig langaði að nefna eitt nýtt verkefni á menntavísindasviði sem til mikilla fyrirmyndar. Það þróunarverkefni sem eykur stuðning nemenda við upphaf grunnnáms. Ég held að og það hefur sannlega verið rætt hér í dag, að nemendur okkar að breytast. Við finnum vissulega fyrir því að þau eru mörg yngri en þau voru fyrir nokkrum árum. Og það eru áhyggjur af því að þau hafi ekki alltaf kannski þann stuðning sem þeirra þroski og námsgeta kallar á. Þannig að á menntavísindasviði komið nýtt mentorakerfi og það móttökuferlinu á verkfræði- og náttúruvísindasviði hefur verið breytt. Og ég ætla að fara yfir þessi 2 verkefni. Það sem sagt deild heilsueflingar, íþrótt og tómstunda sem hannaði þetta þessa nýju móttöku í samstarfi við náms- og starfsráðgjöf. Markmiðið var að efla utanumhald og stuðning og velgengni nemenda, bæði með aðstoð náms- og starfsráðgjafar og kennarana. Þannig að það voru 9 kennarar sem tóku þátt í þessu þróunarverkefni og tóku það að sér að vera akademískir ráðgjafar. Og þetta eins og við vitið eitthvað notað í framhaldsnámi en lítið í grunnnámi, þó að mörg okkar þekki þetta erlendis frá í miklu meira mæli en hér.
og það voru formlegir fundir þessara nemenda og kennara yfir veturinn og þá var nemendum gefnar upplýsingar allt það sem gæti stutt þau og þeim gefin ráð og alls konar þjónustu sem þeim stóð til boða og það var mikil áhersla lögð á að svara spurningum nemenda, heyra hvað væntingar þau höfðu og reynda að koma á móts við það sem þau kunna vera óviss Það sem mér fannst algjörlega til fyrirmyndar við þetta verkefni var þetta samstarf akademíunnar og stjórnsýslunnar, fulltrúar náms- og starfsráðgjafar funduðu með kennurunum í upphafi misseris og gerðu stuðningsefni fyrir kennarana. Yfir árið gátu bæði kennarar og nemendur leita til náms- og starfsráðgjafar eftir ráðum og síðan var náms- og starfsráðgjöf með fasta viðveru á menntavísindasviði sem við vitum að sífellt viðfangsefni okkar hér að reyna að tryggja að þessi fjarlægð, þessi landfræðilega fjarlægð sé ekki að trufla starfið. Og það var gert mat á þessu verkefni í lok vetrar og það var mikil ánægja bæði meðal nemenda og kennara og vonandi sjáum við þetta vera upphafið af frekari mentorakerfum í fleiri deildum og fræðasviðum. Og svo langar mig til að nefna annað verkefni eða breytt vinnulag, þetta á verkfræði og náttúruvísindasviði. Þar var nýtt verkefni við móttöku nýnema. Við vitum að helst kannski á verkfræði og náttúruvísindasviði mjög mikilvægt að nemendur séu sem best undirbúnir í vissum námsgreinum og það háir þeim verulega sérstaklega ef þeir eru ekki nógu vel undirbúnir í starffræði og eðlisfræði. Þannig að það voru 2 skref í þessu nýju vinnulagi. Það var annars vegar að aðstoða nemendur sem að byrja á sviðinu með ýmiss konar þjónustu og hins vegar að gefa nemendum færi á að meta hvernig þau standa námslega strax í upphafi námsins til þess að þau geti nýtt sér þá þjónustu sem til staðar ef þau voru ekki nógu vel undirbúin. Þannig að þetta fólst í kynningarfundum, undirbúningsnámsefni, undirbúningsnámskeiði og móttöku nýnema. Og þetta var meðal annars og eitt mjög skemmtilegu hluti af þessu verkefni var hvað var mikil rafrænt kennsluefni þannig að nemendur getur nýtt sér það jafnvel sumarið áður en þau hófu nám. Þannig að svona var dagskráin. Strax í júní var undirbúningsfundur og móttaka fyrir alla nemendur, þar að segja umsækjendur. Síðan í ágúst þá var aftur kynning á skólanum, kynning á Uglu og allir þeirra aðstöð sem til staðar. Og síðan við upphafannar, ansið þétt dagskrá hjá þeim, þá voru annars vegar þessir hefðbundnu nýnemadagar en einnig þessi upprifjunar námskeið þá í starffræði. Og þá gátu nemendur voru búin að taka próf, sér hvort þeir þyrftu á því að halda og brugðust við ef að þeim fannst þeir ekki standa sig nógu vel. Og þarna nemenda getið fundið meira upplýsingar hvoru tveggja. Þetta náttúrulega upplagt að benda nemendum á áður en þeir fara hefja háskólanám og þetta eitthvað sem við virkilega höfum áhuga á að gera betur. Vera með meira rafrænt efni fyrir nemendur sem að þeir geta þá nýtt sér og kynnt sér sumarið eða vikurnar áður en þeir byrja og fyrstu vikurnar eftir að þeir byrja til að tryggja að þau hafi sem mestan stuðning. Þannig að eins og þið sjáið þá vonandi ljóst að stór hluti af okkar starfsemi snýr ekki bara að innihald sem námsins sjálfs heldur að nemendum líði vel, að þeir séu alltaf upplýstir, að við séum raunverulega að nýta raddir nemenda, ekki bara til þess að hafa áhrif á innihaldið sjálft, heldur ekki síður til þess að þeim líði vel, þeir séu alltaf upplýstir og að þeir upplifi sig sem raunverulega þáttakendur og hafa eitthvað að segja námssamfélagið. Eru spurningar eða eru við? Já, endilega spurningar. Takk. Já. Það einn af þessum lykilmælikvörðum. Það einmitt brottfall. Og ein aðgerð í stefnunni einmitt að fræðasviðin séu að kortleggja og halda utan sitt brottfall, séu að kynna það fyrir stjórnendum skólans og að séu aðgerðir á öllum fræðasviðum. Og það hafi líka verið ótrúlega gaman að sjá hvað deildirnar hafa verið duglegar að finna sín eigin þróunarverkefni til að bregðast við. Til dæmis veit ég eins og hugvísindasviði, það sérstaklega stóð frammi fyrir
að of margir nemendur áttu bara BA-ritgerðina eftir, voru búin með allt nema það. Þau tóku sér til og hringdu í þessa aðila og það bara gaf mjög góða raun. Það þurfti ekki meira til heldur en smá stuðning og pepp til að fá þau til að koma og klára þessa ritgerð og það skilaði sér í mjög breyttu brotthvarfstölum. Þannig að þetta sannarlega annar lykilmælikvarði. Nei, þá bara þakka ykkur innilega vel fyrir komuna. Takk.